Talandi Þór, það var auðvitað grannarslagur, Þór Káa. Káa vann auðveldlega fyrirleikinn í Káa-heimilinu en þessi leikur var all svakalegur og við ætlum bara að byrja að loka sókninni í leiknum. Hann að taka Þórsarni leikli 15 sekúndur eftir, setja upp í seinustu sóknina. Svo fer Brynjar hann kemst einhvern veginn ótrúlegan hátt í gegn og skorar. Svo segja Jens fær boltan, það er enginn í markinu. Þegar Jens fær boltan, ég veit ekki hvað varnarmaðurinn að hoppa upp þarna en ok, skorar. Líklega lentur en... Já, hann var aldrei að fá að koma sér gegn hann. Bara í Dagur og Patrekur eiga það... En síðan, þetta sem þú vilt. Sjáðu, það er enginn í markinu. Andrisnar hætti við að taka leiklið. Þeir eru 7-6, það hefur verið galið að taka leiklið, það er enginn markmaður í markinu. Ég veit ekki, Jens ætlar að rétta danska boltan og já, þú veist, þarna fer heimaleikja rétturinn. Ef hann skotið á markið, þá væri Káa að fá heimaleika mútið IBF. En pæliði hvað þetta er... Já, eða ef þeir hefðu staðið vörnina betur. Já, fyrir utan það, síðasta vörn. 15 sekúndur. Já, svo þarf við margt annað í leiknum líka. Já, en segjum bara, við erum dramatísk. Þessi 15 sekúndur gera það verkum að þau fá ekki heimaleikja rétt. Já, Eftir allan veturinn. Og móti IBF, sko, þetta er ekkert smá ferðalag. Maður hefði þessi Einarbyrgi nokkru sinnum þá hann bara slengir þessu beint yfir. Ég veit ekki hvað Jens ætlar að rétta honum bolti hvort hann átti sig ekki á tímanum. En þú veist, það er tekið leikli 15 sekúndur eftir. Þegar Þórsarnir fara inn í 7-6, þá hlýtur einhver að kalla, þú veist, eða þeir átta sig á því að þú verður bara að skjóta þegar þú færð hann í miðjunni. Af því Þór er ekki, þú veist, þeir eru að fara svolítið 7-6, þeir eru ekki fljótastir að skipta í deildinni. Nei. Þannig að hann hafi ekki skotið á markið er dýrt þarna. En sko, þetta var stórskemmtilegur leikur. Það var troðið hérna í höllinni og það var mikið af brottvísunum og mikið af, fáránlegu brotum, getum við ekki orðað bara þannig? Jó, ég held til dæmis að, þú veist, Káa með 2 brottvísanir, Þórsar með 8 og að Káa hafi ekki nýtt sér það betur í þessu leik. Þannig er alvöru brott hjá Oddi, sko, fær 2 svona, en við sjáum nokkur brot hjá Þór, þeir verða ekki sakar að leggja sig ekki fram í þessu leik. Þú spiluðu góðan leik og er ótrúlega vel gert hjá þeim með að það eru út af 16 mínútur að ná jafnteflinu. Þetta er einu og einu svona klöfabrotti. Mér finnst bara í svona leik að þeir eigi að gefa markmanninu sinni meira kredit, að hann eigi að fá oftar, eins og þarna, leyfðu honum bara að verja þetta skot, taka sénsinn, svo kerir upp. Það er svo dýrt að vera einu færri. Þetta er náttúrulega Anton Gylfi og Jónas að dæma? Ég held að það er ekkert marga 2 mínútur Rakel sem þú sér þarna sem er ekki 2. Nei, ég held að þetta sé allt saman hárrétt. Þannig fer hann óvart í andliti. Svona 2 mínútur bara gerast. Þú veist, þetta er bara óvart. En að mikið á öðrum, þar sem verður í svona leik, þar sem svona mikið undir, að þeir hefðu geta, ef Haukarnir unni, þá eru þeir að fara í úrslitakeppni. Og það er svolítið mikið af svona brotum. Þarna, þú veist, af hverju rífa aftan eða þú ert búinn að missa hann? Þú veist, það er betra að vera 6 í næstu sókn og aftur 6 í næstu vörn heldur en einu fari. En er þetta ekki bara ástríðan sem fylgir því að spila móti erkióvinnum? Jú, svo er þetta beauty við þessa leiki og þessi leikur sýnir alveg að, þú veist, við viljum hafa 2 lið frá Akureyri í efstu deild. Rígurinn lifir? Já, þú þurftir ekki að spyrja mig. Nei, ég veit það. En sko, að því við vorum að sýna þetta, að við höldum áfram, Oddur Gretarsson fekk 2 og svo fekk hann rautt, sko. Já, þarna lætur hann sig svona detta viljandi ofan, þú veist, er þetta ekki nokkuð augljóst að hann þurfti ekki að detta hann Oddur. Ég spilaði hann með Oddi, sko, hann kann öll triksin í bókinu en... Þetta er rosalegt. Hann var búinn að fá krampa 2 hana og svo, það er spurning hvort að krampin hafi gert vart við sig hana. Fellur þetta langt og eftir, sko. Já, og Anton, hann hefur engan húmor fyrir þessu, sko. Þannig að þetta hefði verið 3. 2 mínútur, hann ákvað að henda honum bara beint í sumafrí, aðeins fyrir. Alveg út í horni þarna við Káa áhorfendur. Já, þeir voru ekki ánægðir með þetta Káamennir hann með stúkunni. Þarna, svo... Aðeins að láta finna fyrir sér. Þungur hnífur, eins og einhvern tíma hafa sagt. Ekki fyrsti sem lætur finna fyrir sér.